Takk fyrir þetta, kæri kór, Óskar og Palli. Og velkomin í þessa fermingabarnamessu í Lindakirkju í kvöld. Gaman að sjá hvað eru mörg. Þetta líka síðasti sunnudagur áður en að fermingar hefjast. Að viku liðinni verðum við búin að ferma næstu því 80 börn og svo næstu 2 helgar eftir það líka. Og gaman hvað fermingabörnin hafa líka verið að undirbúa sig vel og eru tilbúin í fermingunum sína, búin að vera að æfa utanbókalærdóminn og hefur það verið ánægjulegt að fá ykkur svona vel undirbúin til okkar. En við skulum hefja þessa stund eins og við gerum alltaf á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við saman með upphafsbæn. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Jesús.
þá les ég fyrri ritningalesturinn sem úr fyrri Samúels bók. Sál færði Davíð þá í herklæði sín, setti eirhjálm á höfuð honum og bjó hann brynju. Davíð girti sig sverði hans yfir herklæðin og reyndi að ganga, en það hafði hann ekki reynt áður. Davíð sagði þá við Sál, ég get ekki gengið í þessu því að ég er óvanur. Fór hann síðan úr herklæðunum, tók staf sinn sér í hönd og valdi 5 hála steina úr ánni, lét þá í smalatösku sína sem hann var með og hafði slöngusteinana í. Hann hélt síðan gegn Filisteanum með slöngu sína í hendi. Filisteinn gekk fram og nálgaðist Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk fyrir honum. Filisteinn kom auga á Davíð og leit til hans með fyrirlitningu því að hann var aðeins úlingur, fríður og rauðbirkinn. Heldur að ég sé hundur? Spurði Filisteinn Davíð. Úr því að þú kemur á móti mér með staf. Og Filisteinn formælti Davíð við Guð sinn og hrópaði til himins og hrópaði til Davíðs, komdu hingað, ég skal gefa fuglum himinsins og dýrum merkurinnar hræð þitt að éta. Davíð svaraði Filisteinum, þú kemur á móti mér með sverð, spjót og lensu, en ég kem á móti þér í nafni drottins. Filisteinn hélt á stað og gekk fram gegn Davíð. Hann hljóp hratt á mótunum í áttina að herfylkingunni, stakk hendinni í töskuna, tók úr henni stein og slöngvaði og hefði Filisteinn í ennið. Grófst steinninn í enni Filisteinn sem fjall á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð Filisteinn með slöngu og steini. Hann felldi hann, án þess að hafa sverð í hendi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo það úr opinberunarbókinni, þar sem segir, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyru hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar, mun annar dauði ekki granda. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá fáum við hana Áslaugu til að syngja lag sem hún samdi sjálf og við kennum alltaf fermingar börnunum. Þannig að þið verða að syngja með. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr, sem deyra kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin frír. Halleluja, 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 halleluja.
Já, þetta svo fallega laglína sem að hún samdi, hún elsku Áslaug og textin svo eftir hann Guðmund Karl, sóknarprestin okkar. En þá bið ég ykkur sem auðvelt með að rísa úr sætum undir Guðspjallinu. En Jesús segir, sannlega segi ég ykkur, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá næst komið að tónlistaratriði og það eru fermingastúlkur og þetta svolítið skemmtilegt hvernig þetta kom til. Það var nú bara núna á þriðjudaginn eftir prófið þá hniftu þeir í mig og sagði, megum við kannski aðeins prófa píanóið, er það í lagi? Og svo byrjuðu að spila og við vorum allt starfsfólki komin og byrjuðu að hlusta á þær syngja og vorum svo ánægðir með þær að Gummi, að bara síðast í tónleika þá sveif Gummi Karl á þess að ekki til að syngja þetta í messunni á sunnudaginn. Og þannig það er Viktoría Von, Karen Lilja og Emma Guðrún. Gefum þeim bara gott klapp fyrst. I hate to turn up out of the blue, wanting body, but I
Takk fyrir allar þrjár. Þetta var dásamlegt, svo mikil túlkun í þessu líka. Það, bæði vel flutt og sungið og frábær túlkun. En hugvekjan í dag að þegar svona síðasta fermingarbarnamessan þá ákveða að fara aðeins aðra leið og erum með svona hjálparkokk með okkur sem að hefur sérhæft sig í svona sjónhverfingum eða töfrabröðum. Hann heitir Einar Aron og ég ætla bara að biðja hann, við bjóða honum velkominn til okkar, gefum honum gott klapp. Góða kvöldið. Mér finnst ljótt að láta mig koma eftir þessu frábæra tónlistaratriði. En frábært að vera með ykkur. Ég ætla að sýna ykkur nokkur af mínum uppáhaldstöfrabröðum og ég er mjög spenntur. Hversu mörg ykkar hafið séð töframann áður? Má sjá hendur. Ok, þetta var fáránleg spurning. Hversu er einhver innan sem hefur aldrei séð töframann? Ég sé svona 3 hendur, tops. Ok, það er mjög gott. Mér langar nefnilega að segja ykkur frá töfrabræði. Þetta er heimsfrægt töfrabræði, hefur gert út allan heim fyrir ekki. Við horfum ekki einu svona á ykkur. Hafið þið öll séð töframann? Mjög gott, ok. Mér langar að segja ykkur frá töfrabræði sem hefur verið sýnt á stærstu sviðum í heimi og í litlum stofuhornum og gengur út á það að ég er með þetta einhvers staðar. Gengur út á það að töframaðurinn er með gaffal, stundum skeið en oftast gaffal og töframaðurinn horfir á gaffalinn og bara með því að horfa á gaffalinn þá beygist gaffallinn. Hefur einhver séð þetta? Hefur þú séð þetta? Hvað segirðu? Getur þú þetta? Kannt þetta? Ok, það er klikkað. Ok, eru fleiri sem hafa séð þetta? Ok, er einhver sem hefur heyrt þetta? Er ekki að heyra þetta í fyrsta skipti? Þú veist, ég veit þetta kemur til dæmis fram í Matrix bíómyndinni. Hverjir eru ekki að heyra þessa hugmynd í fyrsta skipti? Að töframaður með gaffal, horfir á gaffalinn, beygir gaffalinn með huganum. Má sjá hendur. Þið hefur öll heyrt þetta áður. Mjög gott. Má sjá hendur, hversu mörg ykkar hafið þá aldrei heyrt þetta fyrr? Þeir að heyrum að töframaður geti beygt gaffla í fyrsta skipti. Ok, mjög gott. Áður við höldum lengra, einhverjar spurningar. Þið skiljið öll út á hvað það gengur, það ekki? Vistu, hugmyndin er, hérna er gaffall, töframaðurinn horfir á gaffallinn og gaffallinn bognar. Einhverjar spurningar, áður við höldum áfram. Ok, mjög gott. Ég nefnilega kann þetta ekki, en þetta er ógeðslega töff. Ég var að spá, þú til að koma og sýna okkur? Nei, ég er að djóka fyrir ekki. En þú veist, ef þið ekki séð þetta, þá hvet ég ykkur til að fara á YouTube og flettis upp. Þetta er eitthvað sem þið viljið ekki hafa aldrei séð. Þetta var mjög illa orðað, en allt í lagi. Sko, ég get ekki beygt gaffal með huganum. Það sem mig langar að reyna í staðinn er að beygja hugan ykkar með gafflinum. Er þetta oft djúpt? Og komum aðeins seinna. Gaffallinn er bara hérna á gólfinu, hann liggur hérna í smástundu viðbót. Ég ætla að teikna fyrir ykkur mynd. Og ég er með penna sem ég fékk ókeypis í bankanum mínum. Takk, þetta tók smá stund. Já, ég get þetta ennþá ekki gert 20 í einu, þannig að hafa bara þögn. Takk fyrir þolinmæðina. Ég er búinn að teikna upp mynd af gafflinum. Ok, þetta verður að duga. Og mér langar að gera eins og í bankanum. Ég er að spá, það er kona hérna á fremsta bekk í peysu. Já, þú ert að benda á þig. Viltu rétt upp hönd? Já, þú ert svo eina. Ertu til að hjálpa mér? Þú mátt sitja kjur. Ok. Ég ætla að gera bara línu neðst á blaðið og þú mátt skrifa nafnið bara á línuna við X-ið. Það er gert í bankanum líka. Hún spurði hvort hún var að skrifa undir eitthvað.
Sigurbjörg, takk fyrir. Það sem ég ætla að biðja þig að gera, bara ég ætla að koma aftur svo að þið sjáið, þannig ég sé ekki að svindla. Ég kem aftur til þín. Sigurbjörg búin að merkja sér myndina af gaflinum. Og ég ætla að biðja þig að halda á myndinni fyrir ofan haus þannig að allir sjáu myndina allan tíman. Bara akkurat svona, mjög gott. Takk fyrir. Þá komið ykkur. Ég ætla að biðja ykkur að horfa á gaffalinn og ímynda ykkur að gaffallinn, hann hitni. Hann verður heitur. Það byrjar út í enda, hitinn byrjar út í enda og hann færi sig nær miðju. Og gaffallinn verður það heitur akkurat í miðjunni að gaffallinn, hann bognar. Sjáu þetta fyrir ykkur? Sjáu þetta ekki, ég var að sýna ykkur þetta. Það er kannski ekkert mjög erfitt að sjá eitthvað fyrir sér sem að þið sjáuð fyrir ykkur. Þannig að við skulum flækja hlutina. Við skulum rifja upp myndina sem að Sigurbjörg skrifaði undir áðan. Ég held á myndinni, þið sjáuð gaffalinn, þið sjáuð undirskriftina. Ég held á gafflinum og þið ímyndið ykkur að gaffallinn hitni. Hitinn byrjar út í enda og hann færi sig nær miðju og gaffallinn verður það heitur akkurat í miðjunni að gaffallinn bognar. Sjáu þetta fyrir ykkur. Sjáu þetta fyrir ykkur. Þarna, mjög gott. Hérna er undirskriftin. Hérna er gaffallinn og svo fær Sigurbjörg árita plakat af henni en mynd af mér til að hengja upp fyrir ofan ískápinn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að gjörðu svo vel, skulum gefa henni gott klapp. Eru þið dugleg að busta? Já, mjög gott. Eru þið dugleg að nota tannþráð? Þetta er náttúrulega galið segway inn í næsta töfrafræð. Tannþráður. Það er mikilvægt að hafa þetta, hvet ykkur til að eiga þetta bara í bílnum og úlpunni, vinnunni, þetta er rosa gagn. Nei, sko, lífið minnir mig á tannþráð. Ég veit þetta er mjög rökrétt og lógískt og þið skiljið nákvæmlega hvert er að fara. Er það ekki? Jú, hver sagði jú? Veist í alvörunni hvert er að fara? Neip, ok. Takk mig. Að þið erum öll breysk. Já, við erum öll breysk. Við gerum öll mistök. Við erum ekki fullkomin. Þetta er bara band, sko. Þetta er tannþráður en þetta er bara band og kefli sem er rosa þægilegt að nota. Að því þessi hlutur gagnast okkur ekkert eitthvað mjög mikið ef við ætlum að nýta tannþráðin í það sem við ættum að nýta tannþráðin í. Við særum fólk. Fólk særir okkur. Ástinnu deyr. Við svíkjum loforð. Við gerum alls konar hluti sem að við vildum að færi öðruvísi. Og við leggjum traust okkar á veraldlega hluti. Fólki í kringum okkur er betra en við. Þau eru fallegri, skemmtilegri, hæfileikaríkari, duglegri, skrifa betur, teikna betur, hlaupa hraðar, hvað sem er. Við erum öll bara frekar vanhæf. Nema fólki í kringum okkur. Þú veist, við erum það, ég er það, en Guðni er geggjaður. Ég er búin að líta eftir Guðna í mörg ár. Fullkomin. Svo gott sem, konan segir það. Og þá er fínt að geta bara svona falið vandamálin. Gert bara svona litla kúlu.
og gert okkar besta til þess að halda út og líta þokkalega út. Þetta allavega ein heild. Það ekki? Eða svona nokkuð veginn allavega. En það sem gerist oft að Guð tekur okkar veikleika, okkar mislukku, og ég tala nú ekki þegar hann setur hópa okkur saman og við vinnum saman að sameiginlegu marki. Það hnútur, en þið takið viljan fyrir verkið. Og þetta það sem að Guð gerir í okkar lífum og í okkar samfélögum þegar við hjálpum stað, eru til staðar fyrir hvort annað og klöppum hverju öðru á bakið. Við getum öll gert betur, en fyrir mitt leyti, þá stend ég allavega hérna þrátt fyrir mína veikleika og bresti og svona er þokkalega heill allavega. Það má klappa held ég. Já, takk. Svo fékk ég fáránlegt verkefni upp í hendurnar, alveg stór undarlegt. Ég held ég segi ykkur bara alla söguna. Gummi Kalli átti að þjóna hinn í dag og Gummi hringir í mig og biður mig að koma með smá töfrabrauð og svo var hann eitthvað að velta fyrir sér, hann var að fá einhverja hálsbólgu og eitthvað, getur aðeins aðstofa mig, ég get ekki tala allan tíma, get ekki búið ykkur upp á þetta og getur aðstofa mig að segja smá biblíusögu. Og ég segi bara, já, ekkert mál. Nema svo hringdi hann í mig klukkan 6:30, korter í 7. Og segir, ég er bara veikur, Guðni ætlar að koma og græja málin. Nema ég sest niður með Guðna, af því að Gummi Kalli hafði 100% heilumyndina. Hann vissi hvað var að fara að gerast. Og svo bara haltu leiðir blindan hérna. Þannig að Guðni var með þessar ritningalestur áðan mína uppbólsbiblíusögu og mig langar aðeins að nýta tækifærið og leikana fyrir ykkur. Þetta er mín allra mest uppáhalds biblíusaga, svo mikil uppáhalds að þegar ég var í leikskóla og var spurður hvað ég heiti, þá sagði ég Einar Aron Fjallason, stóri bróðir, af því ég var nýorðinn stóri bróðir Davíð. Ég ákvað að ég myndi heita Davíð. Ekki nefndur það, ég hét bara stóri bróðir Davíð. Þannig ég ætla að taka söguna Davíð og Góliat og ætlum aðeins að gera hana raunverulegri. Ok, sagan er sú, ég var kannski aðeins svo snöggur að hlaupa í þetta, en þetta kemur við sögu. Þetta er samskotapaukur. Ekki alveg. Davíð var yngstur 6 eða 7 bræðra. 8 bræðra, ég man ekki, þeir voru nokkrir, býsna margir. Og þeir voru svona stórir og sterkir, hann var langyngstur, örverpi, hann var alltaf bara sendur út í haga að passa kindurnar, verja kindurnar frá ljónum og björnum og alls konar vitleysu. Og hann hafði bara verið með eitthvað svona slöngu og var eitthvað svona, bara reyna að gera eitthvað. Og það gekk ágætlega. Hann var allavega enn á lífi og hafði forðað kindunum frá hættu. Nema, svo kallar pappans í hann og segir, Davíð, ertu til að fara til bræðræðina sem voru þá komnir í eitthvað stríð, það var eitthvað vesen í gangi og ertu til að fara með brauð til þeirra. Þannig að hann fer með brauði til bræðra sinna og bræðurnir urðu pirraðir út í hann, mjög, bara eitthvað, af hverju ertu hérna? Þú ert bara að fylgjast með, þú ert bara eitthvað örverpi, getur ekkert, ógeðslega lítill. Og by the way, Davíð var við það að fermast, hann var á fermingarárinu, hann var allavega ungur úlingur, þannig að hann var á ykkar aldri. Og Davíð kemur hérna að stríðsvæðinu, á svona dalur og eitthvað, og hann sér í fjarska, þar voru óvinirnir, og þar er risastór maður, bara 3 metrar á hæð það bil, ógeðslega stór, ekki bara hár, heldur axlabreiður, hann var með ógeðslega stóran skjöld og var með meira þess að mann sem hélt á skildinum fyrir hann og hann var bara eitthvað að kasta fúkyrðum yfir í lið Davíðs og Davíð horfði á þetta og hugsaði bara, hvað er að ykkur? Af hverju er enginn sem fer á móti þessum manni? Hann er svo stór. Hvað eigum við?
við getum það ekki. Við erum of smáir, við erum lélegir, við höfum ekkert sjálfstraust í rauninni. Og Davíð segir bara, já, ekkert mál, ég skal gera þetta. Ekkert mál. Öryggið uppmálað. Þannig að hann fer til mannsins sem réð öllu, Sál, held ég. Og hann segir, já, ok, hérna er hjálmurinn minn, hérna er brynjan mín og hérna er sverðið. Og Davíð sem var bara, þú veist, að fermast, tekur við þessu og fór í herklæðin og hann svona lumpast niður. Allt of stór. Og hann segir, nei, veistu, ég get þetta ekki. Þetta er ekki hver ég er. Ég veit alveg hver ég er. Og Guð býr í hjarta mínu og hann hefur gefið mér hæfileika og þetta er ekki það sem ég þarf á að halda akkurat núna. Leyfið mér bara að sjá þetta og þú veist, Guð bara sendi mér þetta verkefni augljóslega og ég þarf bara að takast á við þetta. Þannig að Davíð, fyrir rest fær hann samþykki að fara hann á móti Góliat og Góliat horfir á hann í fjarska og bara eitthvað hver er þetta sem þið eru að senda á móti mér? Og gerði bara grín á hann. Og Davíð bara hélt áfram að rölta eitthvað dú. Svo fann hann eitthvað læk og hann fann einhverja 5 litla steina sett í fennipækið sem hann var með og fer á stað á móti honum með slönguna sína og allir hressir. Svo hleypur Góliat af stað. Bara, þú veist, á fleygiferð. Og Davíð bara eitthvað svona röltir, róla á móti honum. Þú veist, ég er aðeins að gefa mér svona frásagnar, þú veist, þetta er ekki skrifað akkurat svona, en þið skiljið kannski hugmyndina. Og það sem eiginlega, sko, þetta enda svo skemmtilega, að því að Góliat er með sverðið og skjöldin og hann hleypur á móti honum, bara og Davíð eitthvað ég ætla að setja með sér hjálm Góliats. Ég var búinn að undirbúa hann. Þetta er hjálmur Góliats. Og hann hérna og Davíð og svo sér Góliat steinin koma og hann lumpast niður á jörðina og dó. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta var svona sunnudagaskóla fílingur og ótrúlegt. Viltu eiga steinin? Já, þetta var tæknibrellan í lokin. En þessi saga er nefnilega svo góð af því að það er svo auðvelt að setja sig í þessi spor. Að finnast maður allt of lítill, get ekki eitthvað verkefni og það sem að þessi saga er að minna okkur á. Þetta er oft notað í íþróttum þegar Ísland litla liðið og keppa við eitthvað stórþjóð, þá erum við oft eins og Davíð á móti Góliat. En líka bara í lífinu, þá finnum við það svo oft að ef við byggjum Guð að vera með okkur í liði, að þá eins og þú sýndir í tannfræðinum, að þá getur Guð gert eitthvað stærra og meira en við heldum við værum með í höndunum. Og við höfum líka bara oft séð það í erfiðum sorgarmálum og þegar einhver fellur frá, að þá er það oft þannig að einhver sem var kannski bara eins og lítil steinvali í byrjun verður eins og heilt bjarg. Að við stækkum og vöxum upp í verkefnin ef að við leyfum Guði að komast að og gera okkur stærri og meiri. Þá verða sigrar. Það er rauninni boðskapur sögunar. Og takk fyrir að túlka hann svona vel. Gefum hún gott klap. En þá er komið að kórnum okkar aftur. Gjörðu þið svo vel.
Takk fyrir magnaðan flutning, en þá komið að bænastundinni hérna hjá okkur í Lindakirkju og fyrir ykkur sem að koma í fyrsta skipti og ætla ég aðeins að segja frá því að það hægt meðan að það verður sungið fyrir okkur fallegt lag sem að ein fermingastúlka ætlar að syngja ásamt móður sinni. Það Andrea Bóel sem í kórnum og dóttirinnar Rebecca Bóel sem ætla að syngja þetta fallega lag fyrir okkur. En meðan að það þá getið þið staðið upp eða viljið og kveikt á bænakerti hérna í bænaaltarinu. Það eru líka miðar til að skrifa bænarefni, kannski ykkur einstaklingur eða málefni sem ykkur hjartfólki núna sem vilji sérstaklega skrifa niður og láta biðja fyrir af traustum bænarhópi hérna í kirkjunni. En einnig má líka bara sitja í sínu sæti og flytja sína bæn í hljóði frammi fyrir Guði og undir þessari fallegu tónlist. Hvernig sem vil gera þetta, tökum okkur okkar tíma og nýtum þetta til að tengja og sækja í styrk Guðs. Guð, við þökkum þér fyrir að við fáum að koma saman í kirkju þinni og leita til þín eftir stuðningi og styrk, leiðsögn og uppörfun. Á þessari stundu viljum við leggja öll þau bænarefni sem að hér voru beðin í hljóði, í huganum, sem voru skrifuð niður og bænaljósin sem að tendru voru. Þú þekkir þessar bænir. Biðjum líka fyrir þeim bænarefnum sem okkur hafa verið falin og vil ég sérstaklega nefna ungan dreng, 7 ára, sem að greindist með krabbamein fyrir nokkru. Við felum þér systkinans 3, foreldrana sem hafa miklar áhyggjur. Viltu lækna og líkna og vera með fólkinans og gefa þeim styrk og biðjum þið bara að blessa þennan litla dreng.
biðjum líka fyrir öllum þeim sem að nú syrgja og sakna og hafa mist. Við biðjum fyrir fermingabörnum sem að fara að fermast og hafa mist. Ég þakka þér líka fyrir þennan stóra hóp fermingabarna og alla hæfileikana sem að þú hefur gefið þeim einu og sérhverju. Gefið að þau sjáu hvað þau eru mikilvæg og hvað mikið býr í þeim. Jesús, við biðjum líka að hjálpa okkur að muna að þegar okkur finnast verkefni vera stóra, þá megum við ekki gleyma að þú ert með okkur og getur gert hlutina stærri og meiri og elt okkur. Allt sem á okkur hvílir á þessari stundu nefnum við nú við frammi fyrir þér í hljóðri bæn. Svo segjum við saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá vil ég bara minna á að það er ýmislegt að vera í Lindakirkju í vikunni. Það eru vinavoðir, prjónahópurinn sem er alltaf að stækka á miðvikudögum og svo eru foreldramorgnar hérna á þriðjudaginn og barnastarfið bæði fyrir yngri og svo úlingana og kórarnir hjá Áslaugu, barnakórinn og úlingagospelkórinn. En allt þetta má allt lesa inn á lindakirkja.is og takk fyrir þeir sem fylgdust með í streyminu. Við minnum líka á að þeir eru með bænarefni, þá má senda þau á lindakirkja@lindakirkja. En við erum alltaf senda út með hérna drottinlegu blessun og ég bið ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og eigum við að fá fólk til að setjast eða er þetta ekki svolítið stuðið bara? Má eiginlega bara standa og klappa með. Við biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottinn í landinu. Herra, drottinn sé heiður og dýr, svo við biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottinn í landinu. Herra, drottinn sé heiður og dýr. Ég lofa þig, Þín er heiður og þín er meili. og við í lausn og betra líf. Ég lofa þig, Við lofum þig. því engin steinn kemur í minn stað. Ekki hrópa. Því syngjum við öll í kór. Við biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottinn í landinu. Herra, drottinn sé heiður og dýr. Svo við biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar drottinn í landinu. Herra, drottinn sé heiður og dýr. Og við undraverk þín öll, við lofum þig. Þín er heiður og þín er meili. Og við lausn og betra líf. Ég lofa þig, Við lofum þig. því engin steinn kemur í minn stað. Ekki hrópa. Því syngjum við öll í kór. Óskar Einarsson, Alala.
frið og fyrir lausn og betra líf. Ég lofa því því engin steinn kemur í minn stað. Syngjum við öll í kór. Blessun og heiður okkar drottni dýra hillum Herra. Drottni sé heiður og dýr, sagði Bíbélin. Blessun og heiður okkar drottni dýra hillum Herra. Hillum Herra. Hillum Herra. Drottni sé heiður og dýr. Drottni sé heiður og dýr. Takk fyrir það kærlega og takk fyrir Einsauki Gísli og Einar Aron fyrir töfrasýninguna og biblíusöguna og já, kórnum og allir saman. Takk fyrir, en förum í friði og þjónum drottni með gleði.